Í þessu dæmi fáum við upp normaldreifingu á greindarvísitölu. Okkur er gefið að meðaltalið er 100 og staðarfrávikið 16. Og manneskja er það valin að handahófi og við erum að finna líkurnar á því að greindarvísitala hennar sé 120 stig eða minna. Það er ágætt að setja inn þekktar stærðir. Ég setja inn meðaltalið 100, staðarfrávikið 16 og í þessu tilfelli erum við að leita að 120 stigum eða minna, þannig að x-ið í þessu dæmi er 120. Hér sjáum við mynd af normaldreifingu og það er ágætt að vinna með þetta á ákveðið myndrænan hátt og þess vegna setja inn hérna línu þar sem við skulum staðsetja x-ið. Ég set línuna hér að þegar við erum að vinna með 120 stig, það er tala sem er hærri en meðaltalið. Meðaltalið er alltaf staðsett hér, þannig að ég set línuna hér. Og við skulum byrja á að finna svokölluð setagildi. Setagildi er fundið með formúlunni sem er hér. Það skulum gera það. Þetta er þá jafntók. Svíin, x-ið, mínus meðaltalið, deilt með staðarfrávikinu. Svona. Og þá fáum við setagildi upp á 1,25. Til þess að finna líkurnar, og þá erum við að vinna með alltaf líkurnar frá miðju og að línunni sem við erum að vinna með hverju sinni, þá förum við í svokallað setatöflu hérna. Setagildið finnum við hér, sem til þessu tilfelli 1,25, þá förum við hérna í 1,2 og færum okkur svo hérna til hægri, alveg þangað til að við erum komin hérna á 0,05, sem er 1,25. Hér sjáum við líkur upp á 0,3944. Þannig að setalíkurnar hér eru 0,3944. Það gefur okkur líkurnar því að vera hér. En í þessu dæmi erum við beðin að finna líkurnar á því að greindarvísitala ákveðna manneskju sé 120 stig eða minna. Sem sagt, þetta svæði hér og þetta svæði hér. Báðum megin við meðaltalið eru 50% líkur. Hérna eru 50% og hérna eru 50%. Þannig að til þess að fá rétt svar í þessu dæmi, þá þurfum við að byrja á því að taka þessi 50% hérna, 0,5, og leggja þau saman við líkurnar sem koma hér sem vorum að reikna út, sem eru 0,3944. Og þá fáum við svarið, sem er líkurnar á því að greindarvísitala manneskju sem er vanlega handahófi sé 120 stig eða minna er 0,8944 eða 89,44%.